Það einstaklega ljúft að dýfa sér í ostakarið á Húsavík, en það víst líka ýmisameina bót. Ostakarið við Húsavík, hver saga þessa baðstaðar? Já, sagan byrjaði nú reyndar annars staðar. Við byrjuðum á því að höfðum áhuga á því fólk hérna með psoriasis aðtók hvort að það vatn sem var hérna á borholum á Húsavík gæti hjálpað okkur í baráttunni við psoriasis og byrjuðum í annarri holu sem að gaf engan árangur að okkur fannst. Síðan fengum við leyfi Orkustofnunar til að fara í þessa holu sem var eigandi holunar og byrjuðum hérna fyrir 22 árum að prófa að baða okkur upp úr þessu vatni og þetta hafði bara mjög góð áhrif á útbrotin á okkur og hjálpar okkur í baráttunni við þennan sjúkdóm. Og hvað nákvæmlega svona gott við þetta vatn? Já, það í sjálfu sér það sem við vitum ekki en þetta mjög efnaríkt vatn. Það er sölt í þessu og það náttúrulegu klór og það mikið af snefilefnum í þessu vatni, þannig að maður veit sem ekki hvað það sem er að hjálpa. En þetta hefur bætandi áhrif og hjálpar okkur við þennan sjúkdóm. Og fyrst þegar við byrjuðum hérna, þá vorum við hérna undir læknis smásjá í mánuð þegar vorum að byrja að baða okkur og fórum í myndatöku til ljósmyndara berir til og svo aftur eftir halva mánuð og svo eftir mánuð til að geta borið saman myndirnar hvort þetta hefði einhver áhrif og þetta hafði greinilega góð áhrif. Sem sagt, áhrifin eru sönnuð? Þau eru ekki vísindalega sönnuð en það er bara þeir sem að baða sig hérna, þeim finnst það flestum að þetta sé til góðs. Og sem sagt þessi baðstaður kallast ostakarið og við sitjum hreinlega hérna í alvöru ostakarið, ekki? Jú. Þetta er ostakar sem kom úr mjólkursamlaginu hérna og var notað hérna lengi og var orðið bara úrelt og ónýtt og notað sem drikkarkar fyrir hross í nokkur ár og svo var það fengið hingað fyrir 22 árum og búið að vera hér síðan. Og það tekur nokkuð marga, já. Margir búin að baða sig hérna. Hvað eru pláss fyrir marga hérna? Ég held að alveg geti baða sig hérna, verið hérna 20 manns í einu, eitthvað svoleiðis. Og hvað hitastigið á vatninu? Það 85 stig þegar það að koma upp úr holinu og við þurfum að kæla það áður en fer hérna í karið og við þurfum að reyna kannski að halda karinu í svona kringum 40 gráður. En það ekki bara psoriasissjúklingar sem að nota þessa aðstöðu. Þetta vinsæll viðkomustaður heimamanna og jafnvel ferðafólks. Það aukist alveg gríðarlega mikið undanfarin ár koma erlenda ferðamanna hérna og ferðamanna. Þeir virðast vita nákvæmlega hvað þetta enda hefur þetta komið út í bókum að þessi staður væri hérna og þeir þekkja þetta. Margir hverjir. Já, þeir samt sem áður ekkert að merka þetta mjög vel. Það ekkert alveg auðhlaupið að því að finna leiðina í gubbitið. Nei, það eiginlega gert bara með ásettu ráði. Það ekkert hægt að bjóða upp á þetta í rauninni sem baðstað og þetta bara svona náttúrulegt vatn sem við erum að dæla hérna upp okkur til heilsubótar og við erum ekkert amast við því þó aðrir séu að koma hérna ef þeir fara okkar reglum og gangi vel Og þið hafið byggt hérna upp baðaðstöðuna á undanförnum árum. Þið eru komið með búningsklefa og sturtu. Já. Þetta allt inni í sjálfboðinu eða? Já, þetta allt gert í sjálfboðinu. Það við einu sinni fengið styrk, smá styrk til þess að gera það svolítið hérna en annað unni í sjálfboðinu en þetta náttúrulega ekki bara þessir aðilar sem hérna að baða sig og fasta gestir heldur hefur Orkuveita Húsavíkur komið að þessu í gegnum árin og skaffað vatni hérna upp úr jörðinni, upp úr holunni en síðan höfum við þessir sem erum að baða okkur hérna til heilsubótar séð bara þetta allt saman. Hvernig hefur umgengnin verið? Hún hefur verið svolítið misjöfn. Við höfum nokkru sinnum lent í slæmri umgengni og nokkru sinnum lent í skemmdarverkum hérna því miður og það var til þess að það var farið að hleypa vatninu úr karinu bara
miðnætti á kvöldin til þess að koma í veg fyrir einhvers konar næturpartí hérna sem var orðið svolítið á og þá fylgdi oft slæm umgengni því. En þið ætlist þið þess að fólk greiði smá í kassa hérna fyrir að nota aðstöðuna. Það fer bara í uppbygginguna, eða ekki? Jó, við svona hefum getað keypt það efni sem við höfum þurft að nota hérna fyrir þá peninga, þannig að það hjálpar til og við svona ætlumst til þess að þeir sem baða sig hérna, þeir leggi 200 krónur í baukinn til þess að hjálpa okkur við það að halda þessu gangandi. En hvað með áformin hérna á Húsavíkurhöfðanum? Það stendur nú til að byggja hérna mjög stórt baðlón. Mun það hafa einhver áhrif á framtíð ostakarsins? Ég svo sem veit það ekki. Þeir sem ætla sér að byggja það, þeir ætla ekki að vera í samkeppni við til dæmis Sundlaug Húsavíkur og Akureyri þá í samkeppni þetta. Við sem erum með þetta viljum auðvitað fá að halda þessum stað, en það svo sem undir ýmsu komið. Við eigum ekki vatni í sjálfu, við eigum ekki borholuna, við eigum bara aðstöðuna sem hérna byggingar og hvort að það hefur ruðningsáhrif á þetta veit ég svo sem ekki, en auðvitað viljum við halda þessari heilsulind okkar sem við erum búin að vera með hérna í yfir 20 ár. En það er ekki bara vatnið sem einstæðina, útsýnið hérna, það er náttúrulega alveg magnað. Já, miðnættusólin hérna, hún náttúrulega alveg magnuð, Jónsmessuna. Sjá sólin að fara hérna niður að hafletinum og upp aftur hérna milli Héðinsöfða og landsins ofar. Og svo sjáum við hérna út í Grímsey og svo yndislegt að vera hérna yfir veturinn og á björtum kvöldum og horfa á norðurljósin og stjörnurnar. Þannig að það sérst vatn í þessu allt árið. Þannig að þetta fallegt útsýni. Fallegt útsýni, heilnæmt vatn. Betra getur það varla orðið? Nei, allavega eru svona sumir þeir sem að baða sig hérna að staðaldri, þeir eru búin að endast náttúrulega sumir frá hérna upphafi eins og ég. Þannig að það gera það ekki bara öðruvísi en að fá eitthvað út úr því. Þetta nærir sálina líka að vera hérna heitu vatni og liðkar líkamann að vera hérna í heitu vatni og hjálpar við svona húðvandamál. Þrátt fyrir farsíma, SMS, Facebook og Snapchat, þá er enn nokkur áhugi á bréfdúfum. Bréfdúfnarækt, út af hvað gengur þetta sport? Þetta gengur út á að rækta sem bestu flugfuglana, ekkert flóknari en það. Sem að geta þá flogið hvað lengst eða? Já, og sem fljótastir með fljótasta hraðan sko. Þannig að þið eru ekkert að senda samt bréf með þessum dúfum? Nei, það er fljótlegra að gera með tölvupósti bara. Það er löngu liðin tíð sem sagt? Já. En þið sem sagt tilheyrið bréfdúfnafélagi Húsavíkur. Eru margir sem eru í þessu sporti hérna? Við erum einhverju 6 sem erum í þessu sporti og vorum 4 að keppa í sumar og vorum alltaf að vona að koma fleiri og fleiri í þetta sport. Þetta er skemmtilegt sport. Þetta snýst að rækta bara fugl sem hefur þann eiginleika að geta flogið sem hraðast og skila sér heim. Meðalhraði á breiðdúfu í keppni, góðri breiðdúfu er svona 50 upp í 80 km hraði. Íslandsmet er 117 km hraði, meðalhraði. Og þið eru sem sagt að keppa á sumrin í þessu sporti. Já. Og er ég að skilda rétt þess að dúfunum er keyrt eitthvert og þeim sleppt og þeir eiga að fljúga til síns heima? Við keyrum sem sagt dúfunar á til dæmis Grímsstaðafjöllum og það er bara sleppi tíma klukkan 10 á morgni eða eitthvað svoleiðis og svo er bara öllum dúfum sleppt saman af þeim sem taka þátt í keppninni og hver fugl á að fljúga í sin eigin kofa. Sá fugl sem er fyrstur, hann vinnur. Flýgur sem sagt hraðast á þessum kílómetrum sem er eins og Grímsstaði eru 75 km. Cirka. Og hvernig gengur dúfunum að rata heim? Misvel bara, fálkinn er erfiðastur svona. Það er rata ekkert heim þegar það er búið að ráðast að þær sko, en það er rata flest allar bara mjög vel sko. En það er að rækta til þess að rata. Svo snýst þetta náttúrulega að taka besta fuglinn og rækta undan honum.
Hann náttúrulega skilar kannski þeim genum að geta skilað sér hratt heim. En þið eru samt ekkert að æfa þeir í að rata frá Grímsstöðum og Fjöllum. Þeim er kannski bara sleppt út í fyrsta skipti á Grímsstöðum og Fjöllum og rata samt heim. Já, yfirleitt það þannig, sko. Þú þjálfar bara fuglinn við kofann, kemur honum í form, hann er í líkamlegu formi til þess að geta flogið. Það snýst það og vera með góða fugla. Þetta hljómar eiginlega alveg ótrúlega að það geti fundið leiðina heim. Þetta er ótrúlega fuglar, skemmtilega fuglar. Það er notað rafsegulsvið jarðar til þess að rata á ásamt lyktarskinni og sjón og þekkja bara sína leið líka ef það hafa farið þetta áður sem er ekkert oft. Oft með unga, sko, eins og þessi fugl hann er alltaf búinn að fljúga hjá mig kannski í 2 ár. Hann er alltaf búinn að fljúga þessa vegalinn. Þannig hann svona hefur það forskot á kannski þann fugl sem ekki flogið hana. En það er keppt í fullorðins fuglar sem eru orðnir eins ás og svo ungar sem eru bara frá sama ári og keppt er. En nú þið með fullt hús af dúfum. Er þetta dýrt sport? Nei, þetta er ekki dýrt sport, sko. Það fer bara eftir hvað þú vilt eyða í þetta. Sumir eru með það flottasta og besta og það er bara dýrt en annars er þetta mjög dýrt. Og þarf nú að gefa þeim að borða samt, eða ekki? Já, það fer bara eftir hvað þú ert með marga fugla líka en það er ekki dýrt, sko. Mjög dýrt bara. Það snýst að vera með fáa góða fugla. Fáa góða. En vinnan við þetta? Þetta er bara vinna. Þetta er mikið vinna? Þetta er bara eins og hvert annað áhugamál, það þarf að sinna þessu. Ef þú ætlar að ná árangri á þetta sinna þessu almennilega. En já, þið hefur nú stundum verið haldið fram að þetta sé nú óttalegir furðufuglar sem eru í svona Það er örugglega rétt, sko. Já, ég meina, af hverju þetta er rækt að hesta til þess? Af hverju þetta er rækt að breiðdúfur? Þetta er sami tilgangur. Ná góðum hesti og rækt undan góðum hesti. Kannski aðeins meir peningar í hestunum eins og það er, sko. Úti er náttúrulega fuglar að fara á 13 milljónir, einn fugl. Hér í Íslandi, dýrasti fugl sem seldur í Íslandi á 200.000. Úti er það 49 milljónir held ég. Já, þannig að það eru peningar í þessu bransa. Það er peningar í þessu, kannski ekki í Íslandi. En þið eru ekki í þessu út af peningunum? Nei, það erum ekki í þessu út af peningum. Bara hrein ánægja? Já, ánægja að hafa dýr og fugla. En hvernig þið búið hérna á Húsavík, hvernig fer svona ræktun saman við bæjarlífið? Hvað segja nágrannar ykkar þetta? Er þessi dúfur ekki að skýta hérna út allt? Ef þú þjálfar bréfdúfur í þá á hann ekki að setjast að þakki á nágrannum. Þú losar við þannig fugla. Þeir eiga bara að fara út, fljúga, svo eiga að koma inn. Svo eru við komnir með svæði hérna niður frá sem við fáum að vera með fugla, sko, sem er ekki mikil byggð í kring. Þannig að þið eru ekkert óvinsælir hérna í bænum? Nei, það held ég ekki. Kannski ekki út á dúfum. Það er út af ykkur öðru þá? Já, það er út af ykkur öðru. En við skulum sjá hérna hvernig dúfurnar hreyfa sig hjá okkur. Láta þau taka flugið. Endilega. Endilega. Bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high, flying high, flying high. Take me on your flight, flying high. Við segjum þó skilið við Húsavík í dag. Næsta miðvikudag verður það Blönduós sem verður í fókus.